mátt stoppa tónlistina í eyrunum á mér alla. Okkar á milli, hve hátt var fjallið og klippt var í angisminni. Ég leit til himins og þá nótt nefndi þitt nafn í gegnum myrkrið. Skugga hjúp í minni sá, fullkomið verk
Jesús. Takk Jesús, velkomin á samkomu til okkar. Gaman að sjá ykkur á þessum sunnudegi, upprisu degi frelsar okkar. Má ég heyra amen? Ég elska þennan sunnudag. Þegar við förum yfir það sem að, eins og við gerum náttúrulega ekki bara þessum degi, heldur mörgum öðrum, hvað Guð gerði, Drottinn gerði fyrir okkur. Fór í gegnum fyrir okkur, alveg magnað út í gegn. Að hafa lagt líf sitt í sölurnar fyrir mig og fyrir þig. Hugsið ykkur það. Hugsið ykkur elsku Drottins hversu mikil hún er. Að hann fór frá himnum niður á jörð og lagði líf sitt á altari fyrir okkur. Hann gaf líf sitt sem bara, ég get ekki skilið þetta. Enda líka þakklæti svo oft í mínu hjarta það sem Guð hefur gert fyrir okkur. Við erum hérna 3 á palli. Ég ennþá að díla við vesinn í röddinni hjá mér eftir COVID. Beggi ennþá að díla við sitt, en við erum hér. Við ætlum að lofa Guð í dag, við ætlum að gefa honum dýrðina. Við ætlum að biðja Guð að vera með okkur í dag. Heilaga Drottinn, ég þakka þér fyrir trúfestina, Drottinn. Ég þakka þér fyrir, Drottinn minn, að við fáum tækifæri á að koma í hús þitt í dag og gefa þér lof, Drottinn. Ég þakka þér fyrir það sem þú gerðir, Drottinn, á krossinum og þegar þú reistir frá dauðum, Drottinn minn. Halleluja, þvílíkur sigur það var þegar þú braust í gegn fyrir okkur, Drottinn Jesús. Ég þakka þér fyrir að þú ert hinn sami í gær og í dag og alla eilífð. Vertu með okkur hér í dag. Gefðu okkur, Drottinn minn, gefðu okkur orð þitt í dag, Drottinn, þegar Kolli talar. Ég bið þig, Drottinn minn, að það mætti bera ávöxt í okkar lífum, Drottinn Jesús. Ég þakka þér fyrir að ég fái tækifæri á að standa hér í dag og þakka þér fyrir, Drottinn, trúfestina ég fékk andardrátt í morgun til að vakna. Heilaga Drottinn, ég þakka þér. En við ætlum að halda áfram að lofa Guð. To
dýrðarinnar hást, leður var í öta stóð. Lof sé föður syninum, helgum anda þríeinum, Guði dýrðar Dýr sé Guði, ekki Guð góður? Halleluja! Mikið eigum við dýrmætt fyrir heiti Jesú Kristi. Þetta svo dásamlegt og það hluti af okkur. Hugsið ykkur, Jesú býr í þér, hann býr í mér. Halleluja, og það þýðir það að upprissukraftur hans innan með okkur. Amen, takk Jesús, ekki Guð góður? Má ég heyra amen? Amen, hann alltaf góður, alveg sama hvað. Hugsið ykkur, þetta virtist eins og bara algjört defeat, algjör ósigur. Í manna huga, þetta lítur svo illa út, frelsari mannkyns á krossunum. Svo deyr hann. Og ég ekki bara rétt ímynda mér að, lærisveinarnir og allir, út af því að jafnvel þótt hann var búinn að segja þeim frá að hann myndi rísa. Þá var eitthvað í þeim sem hann kannski trúði ekki til fulls. Svolítið svona eins og við.
Við trúum stundum ekki bara alveg til fulls, en vitið það að Jesú, hann dó, hann var grafinn og hann reis upp frá dauðum. Og Biblían kennir að hann braut þennan odd dauðans. Við þurfum ekki að óttast að deyja. Við þurfum ekki að óttast að fara í gröfina og það sé eitthvað endanlegt. Við lifum með honum. Við munum lifa með honum og þvílíkt fyrirheit. Það er nefnilega tvennt ólíkt að kristið fólk fer sem að maður veit að trúir á Jesú og þeir sem eiga ekki þessa von. En vinir, þessi von stendur öllum til boða. Hún stendur þér til boða í dag. Eina sem þú þarft að gera er að trúa og játa að Jesús er drottinn og Guð hafi uppvakið hann frá dauðum. Þá myndi hólpin verða og þá hefst dýrmæt ganga með Guði. En við ætlum að rísa á fætur. Við ætlum að taka samskot út af því það er lofgjörð. Það er blessað að gefa. Þannig að við ætlum að gefa í dag og það er engin skyldur að gefa, bara þeir sem að vilja. Bara endilega, það er baukar aftast, það er posi. Svo er hægt að leggja hérna inn á reikningsnúmer sem að birtist á skjánum. En yndislegt að sjá okkur vinir. Þetta verður dýrðastund í forgrunn Drottins og hún er það nú þegar. Þau eru blessuð hérna á pallinum. 3 eða 15, það skiptir engu máli. Amen. Takk Jesús. Amen. En byggjum saman. Drottinn, við bara komum fram fyrir því í dag. Ég þakka þér, Drottinn minna. Þú fórst sjálfviljugur á krossinn og gerða fyrir mig. Þú gerða fyrir alla sem að hér eru inni og alla heimsbyggðina. Og Drottinn, viltu komin í aðstæður okkar. Drottinn, hjálpa okkur til þess að auðmýkja okkur undir þína voldugu hönd. Hjálpa okkur, Drottinn minn, til þess að setja egóið okkar til hliðar, Drottinn minn. Auðmýkja okkur, Drottinn minn, og taka við þeirri lausn sem alltaf, Drottinn, er við fætur krossins. Og Drottinn, geð okkur ná til þess að baða okkur í blóði þínu í dag. Ef það er eitthvað í okkur sem að reiki sér upp gegn þekkingun á þér, viltu brjóta það niður í Jesú nafni. Og Drottinn, ég bara kem í gegn öllu því sem að heldur okkur frá því besta sem að þú hefur fyrir okkur. Og Drottinn, ég bara kem í gegn því í Jesú nafni. Og Drottinn, ég bið fyrir landin okkar. Ég bið fyrir Guðs ríkin á Íslandi, Drottinn minn Jesús. Mættu við taka ný landsvæði. Mætti þetta vera dagur upprisu, nýtt uppaf. Halleluja, þar sem að við færum út tjaldhælana. Drottinn, geð okkur ná, Drottinn, að víkja ekki, að hörfa ekki, Drottinn minn, heldur taka ný landsvæði. Harabashiak, halleluja. Og við byggjum fyrir hverjum og einum hérna inni, Drottinn minn, á meðan við lofum þig. Í Jesú heila nafni. Amen og amen. Sagði sólinni hvar hún rísa skylda morgni. Hver kenndi hafinu að þekkja takmörk sín og hver sýndi tunglinu hvað felast ætti til næturs og hver sem geta gripið stjörnur hratt. Nú ég veit að mér lausnar lífi. Ég veit að mér lausnar lífi. Öll sköpunin vita með þessu hópi heiðinra.
sköpunin vitnar með þessu rópi þinna. Ég veit að mér lausnari lifir. Takk, Jesús. Er þetta ekki yndislegt? Eigum við ekki að gefa þessum yndislega fólki hérna gott klapp? Amen. Ljúf nærvera hér í dag. Það er gott að vera í húsi Guðs. Eigum við ekki bara að rísa aftur á fætur? Er það ekki bara mjög gott? Vitið, það er gott að setjast og standa til skiptis. Það er gott fyrir blóðrásina og það er líka bara gott að hreyfa sig pínlítið. Minnst oft á tíðum, fólk spyr mig að því, af hverju þetta form? Út af því að, ég kýs að tilbeða Guð þannig að það sjáist. Ég vil vera frjáls í lofgjörð til Drottins og mér finnst það ótrúlega dýrmætt. Og vitið að þetta form og lofgjörð er bara mjög algengt í heiminum. Þannig að látið engan segja ykkur annað. Þetta er bara, það er gott að geta lyft upp höndum. Og vitið að þegar við lyftum upp höndum þá erum við líka að segja Drottinn, ég bara gefst upp fram fyrir þér. Ég vil bara lofa þig í dag. Og við þurfum að gefast upp frammi fyrir Guði. Það er bara málið. En við ætlum að biðja því að við ætlum að fá að heyra orðið og það skiptir máli þegar við förum og heyrum orð Guðs að við opnum hjart okkar fyrir því sem Guð vil segja við okkur. Út af því að orðið getur komið inn og það þarf að skjóta rótum í hjart okkar. Það þarf að bera ávöxt og það þarf að koma inn í góða jörð. Þannig ég ætla að biðja ykkur að lyfta upp höndunum með mér. Drottinn, við komum fram fyrir þig. Ég þakka þér heilagi Faðir að við erum hér samankomin í þínu nafni og þú ert hér mitt á meðal. Ég bið að taka yfir Drottinn minn Jesús og ég bið að smyrja Drottinn, tungu og varir Drottinn minn, kolla þegar hann talar orð þitt hér í dag. Að það mætti vera orð frá hástóli þínum Drottinn minn, eitthvað sem að þú vilt segja við okkur í dag. Og Drottinn, við ætlum að taka við því. Við ætlum að leyfa því Drottinn minn að fara í góða jörð í hjart okkar. Og ekki bara það, heldur bara ríkulegan ávöxt. Ó Drottinn minn Jesús. Og við biðjum Drottinn minn að það sem orðið gerir í okkar hjarta, að það leys úr læðingi krafta þína. Gefur okkur náð til að stíga út úr óheilbrigði, stíga út úr synd eða úr aðstæðum sem við eigum ekki að vera í. Og það sem meira er að við förum að sækjast eftir því sem er þitt, Drottinn minn, sem er ríkið þitt og viljið þinn, Jesús. Þannig að við biðjum Drottinn minn og ég bara ákalla blóðið, Drottinn, yfir okkur öll hér í dag. Þetta dýrmæta blóð þitt sem rann á Golgata, Drottinn minn. Gjað okkur eyru sem að heyrir það sem að andinn vill segja söfnuðinum. Í Jesú heilaga nafni, í Jesú heilaga nafni, í Jesú heilaga nafni. Amen. Kolli, gjörðu svo vel. Svo endum við hérna, Kolli, ég var náttúrulega bara eftir að segja þetta, við ætlum að enda hérna brauðsbrotningu. Þá var bara fólki hérna til þess að standa og koma í Jesú nafni. Er hann ekki yndislegur, hann Kolli? Þið eru frábær og hérna, að ég treysti ykkur fyrir því, þá ætla ég hérna að gefa ykkur svolítið kjarnýrt orð í kvöld og tala páska Drottins og ef við förum bara í 3. Mósebók 23. kafla vers 1. Drottinn talaði við Móse og sagði: Mæl þú til Ísraels manna og seg við þá, löghátíð Drottins er þér skulið boða sem helgar samkomur, þessar eru löghátíðir mínar. Og mér finnst það svo flott hérna. Þetta eru hátíðir Drottins sem hann talar um og þetta eru löghátíðir, en þetta orð löghátíðir er bara miklu meira. Þetta er stefnumót. Og þetta er líka settur eða útnefndur tími. Þetta er hátíðatími og þetta er samkomutími. Og þetta er eins og spádóms yfirlýsing í þessum hátíðum Drottins sem eru 7. Og hann segir einmitt við þá: 3 ári ætla ég að leyfa ykkur að sjá augliti mitt. Og 3 ári voru hátíðir, það var vorhátíðin sem var í kringum páskana og svo var í kringum hvítasunna
og síðan komu hausthátíðarnar. 3 ára ári, þá vil ég að þið sjáuð auglið mitt. Og ég vil að þið fáið að sjá þetta þegar ég er búin að fara yfir þessa, ég ætla að reyna að taka tíma svo ég verð ekki lengur en 2 tíma. Nei, ég ætla að vera innan við 30 mínútur, af því ég veit að þið eru svo klár. Og þá vil ég að þið sjáið einhvern nýjan flöt á þessu. Halleluja. Og ef við förum í glæruna með hátíðunum, og við erum með þær hérna uppi, þá það sem sagt vorhátíðarnar sem eru hérna fyrst og eru uppfylltir spádóma, því að hátíðarnar 7 eru bara spádómsyfirlýsingum það sem að Drottinn er að fara að gera. Og páskar þýða náttúrulega Pesja er framhjáganga og er burtförin á Egyptalandi, og það er náttúrulega krossfesting Jesú Krist og dauði og greftrun. Síðan kom hátíðin á ósýru brauða, samhliða því, og var í 7 daga, og Jesús er brauði lífsins, án syndar, og súrt brauð var mynd upp á syndina. Og síðan kom hátíð frumgróðans, sem er í dag. Það er ekki páskar í dag. Ég ætla aðeins að eyðileggja þetta fyrir ykkur, en það er hátíð frumgróðans. Og þá var sem sagt frumgróðinn veifað frammi fyrir Guði. Það var uppskeran, fyrsta uppsker ársins. Það var byggið. En á þessari hátíð reis Jesú upp. Og þá, þú veist, hann var frumgróði upprisunar og við leystumst inn í það fyrirheit. Á eftir honum komum við. Amen. Síðan kemur þessi viknahátíð sem er 50 dögum eftir frumgróðhátíðina, sem er hvítasunnan. Heilagur andi féll. Lögmálið var gefið á Sínai. Og þá dóu 3000 manns þegar lögmálið var gefið, en þegar heilagur andi féll, þá voru 3000 sálir sem að frelsuðust. Það kom líf. En síðan koma hausthátíðarnar, og þá svo fyrsta er básúnahátíðin. Og það er sem sagt við endurkomu Drottins. Þá er það básúna Drottins sem hljómar og við förum til fundar við hans í skýjónum. Amen. Og síðan kemur friðþægingadagurinn, Jón Kippur, og þá er það eilíf endurlaust. Þá er ekki barátta lengur líf og dauða og við erum að berjast til synd og holdið og allt það, heldur það er eilíf endurlaust. Hugsið ykkur hvernig þetta verður. Það er eilíft fagnaðarár. Og síðan förum við inn í laufskálahátíðina, sem er 1000 ára ríkið og eilíðin, og þá dvelur Guð með okkur. Og hugsið ykkur hvernig þetta verður. Maður verður bara vá. Og þessar hátíðir eru náttúrulega bara svona spámanlegar skuggamyndir af því sem koma skildi í gegnum Jesú Krist og uppfyllast hjá honum. Og Jesú er í Gamla testamentinu spáð 465 sinnum, 465 spádómar sem koma, og þeir eru megnið að þeim komnir í uppfyllingu, en hann á eftir að koma tilbaka, og það er það sem er framundan hjá okkur. En það er það sem við erum að vænta. Við erum að vænta þessar 3 hausthátíðir að þær gangi í uppfyllingu og byrja með básúninni. Halleluja. En við ætlum að fara í fyrstu hátíðina, í páskana. Og það er í 2. Mósebók 12. kafla og 1. vers. Drottinn sagði við Móse og Aron í Egyptalandi: þessi mánuður skal vera upphafsmánuður hjá okkur. Guð hefur gaman að því að brjóta svolítið regluna. Þetta var ekki upphafsmánuðurinn, heldur haustmánuðurinn í Tísri. Þetta var Nísan mánuður og hann var gerður bara upphafsmánuður. Og svo segir hann í 5. versi: lambið skal vera lítalaust, veturgamalt hrútlamb. Þið getið valið það annarkvort úr sauðfé eða geitfé, og þið skuli gæta þess til 14. dags þessa mánaðar. Samkoma alls Ísrael skal slátra því í ljósaskiptunum. Þeir skulu taka dálítið af blóðinu og rjóða því á báða dýrastafina og dýratrén í húsunum sem þeir eta það sem þeir eta lambið. Þeir skulu neyta kjötsinn sömu nótt, og þeir eiga elda það steikt við eld með ósýrðum brauði og beiskum jurtum. Etið ekkert af því hrátt eða soðið í vatni,
heldur steikt við eld ásamt haus, fótum og innyflum. Þetta bara íslenskt. Og þeir megi ekki leyfa neina því til næsta morguns. Það sem kann að vera eftir næsta morgun skulu þið brenna í eldi. Þannig skulu þið neita þess, þið skulu vera girtirunlendar með skó á fótum og staf í höndum. Þeir skulu eta það í flýti, það páskadrottins. Og páskadrottins sem sagt í þessum mánuði, Nísan, og 10. Nísan þá lambið valið. Og það sem sagt, þessi mánuður, Nísan líka stundu kallað kraftaverkamánuður. Því að það gerðust ákveðin kraftaverk fyrir krossfestinguna hjá gyðingunum. En það gerðist ekki eftir krossfestinguna. Það gerðist eitthvað við krossfestinguna. Og gyðingarnir svolítið svona, spurjandi við því. En ok, 10. mánuðurinn, næsta glæra, 10. Nísan, að þá lambið valið. 14. Nísan fyrir sólsetur á milli 3 og 5, að þá lambinu slátrað. Og takið eftir því að dagurinn byrjar alltaf klukkan 6 á kvöldi hjá gyðingum, þá byrjar nýr dagur. Þannig að páskarnir byrjuðu þannig 15. Nísan við sólsetur eða sem sagt klukkan 6. Og þá borðuðu lambið. Þeir tóku blóðið, settu þannig á dyratrén og dyrastafina og það mynd upp á það að við erum frelsuð fyrir blóð lambsins. Engil dauðans gekk fram hjá. Og síðan var lambið steikt í eldi. Lambi Guðs náttúrulega orðið og við að taka á móti orðinu, steikt í eldi og bara drottinn gefa okkur hungur fyrir sannleikunum, bara hungur og þorsta eftir sannleikunum. Og það átti að vera etið með ósýrðum brauðum og beiskum jurtum og eta allt lambið. Og við að láta eldheila sanda opinbera orðið fyrir okkur. Við að taka það með beiskum jurtum sem myndi Ísraelsmenn á þrælahaldið, en það minnir okkur á við þurfum að krossast á holdið. Og við þurfum að glíma við holdið okkar. Og svo borða það með girtarlendar, með skó á fótum og staf í höndum. Þetta náttúrulega að vísa í herklæðin í Efesbréfinu 7. kafla og svo áttu að flýta sér í burtu. Skilurðu, yfirgefið þetta land sem myndi upp á syndina, myndi upp á heiminn, bara komið ykkur burtu sem fyrst, ekki dvelja. Og þetta svolítið gott fyrir okkur. Og þegar Jesú kemur hérna og síðastu dagarnir sem hann sem sagt að undirbúa, hann að fara á krossinn og hann veit að þá gerist ýmislegt. Og Jóhannes Guðspjall sem nú bara helmingurinn af þessum síðustu dögum, sko, alveg magnað, og hann tekur hérna bara stóran hluta af kvöldmáltíðinni, hvað hann segir þar. Þannig að takið eftir því, hvað hann segir hérna síðast ára hann fer. Og þannig að skoðum aðeins hérna þessa daga. 10. Nísan þá pálmasunnudagurinn, fyrst á hann kvöldverð með vinnu sínum í Betaníu og María smyr fætur Jesú, undirbýr hann undir grefturinn. Pálmasunnudagur, þá kemur hann að asna inn í Jerúsalem og hann uppfyllað að spátum hann aftur og aftur, bara endalaust. Og þeir hrópa, Hósana, blessaðu sé sá sem kemur í nafni drottins, konungur Ísraels. Allir bara og setja pálmana og setja yfir hafnirnar, og þeir voru oft með það sem var yst og voru bænasjölin og þau voru bara lögð. Hósana þýðir raunveru, frelsa okkur núna. Þetta var bæn og lofgjörð. Þetta var ekki bara lofgjörð, þetta var líka bæn. Frelsa okkur núna. Og þeir hrópuðu Hósana yfir honum. Vegna þess að þeir raunveru voru að spá, en vissu það ekki nákvæmlega. Halleluja. Síðan hreinsaramaustrið og þetta sami dagur og Ísraelsmenn fóru yfir Jórdan. Það eru umskipti. Halleluja. 11. Nísan, daginn eftir, að þá formalar hann fíkjutrénu áður hann að fer aftur inn í mustur og hreinsar aftur út. Og ég sagði, djörfum gerir þetta 2 daga í röð. Hann var að undirstrika. Ef Guð segir eitthvað tvennt svona í orðinu, þá var hann að undirstrika. Þetta mikilvægt, takk eftir þessu. Og hann endar á að segja, hús mitt á að vera bænahús fyrir alla þjóðir. Og síðan 12. Nísan, þá reynaður að finna á hann allir fræðimennirnir og farisearnir og
Þetta sami dagur og Esra fer til Jerúsalem að byggja fólkið upp í orði Guðs og byggja upp lögmálið 458 fyrir Krist. Svo kemur 13. Nísan, þá hann í húsi Símonar lyngþráa og þá kemur kona og hellir smyslum yfir höfuð hans. Og þetta sami dagur og Júdas ákveður að svíkja Jesú fyrir 30 silfurpeninga. Þetta sami dagur og Haman ákveður þjóðamorð á gyðingum á dögum Esterar 474 fyrir Krist. Og þetta sami dagur og þessi báðir, Júdas og Haman, önduðu báðir í gálgan, þess að hengdir. Og það tilviljun? Hugsið ykkur hvernig Guð setur þetta upp, sko. Og síðan kemur aðfangadagur páska, 14. Nísan. Já, hann þarna. Og þá gerist hellingur. Það kvöldmáltíðin, hann opinberar brauðsbrotninguna og hann talar heldur betur yfir þeim kærleikann og eininguna og allt það. Takið eftir þessu, strákar. Ef þið takið eftir þessu og gerið þetta, þá fallið aldrei. Og svo framvegis. Þetta alveg magnað. Og síðan hann handtekinn eftir miðnætti í Getsemani og hann bara það strax í nóttina hann leiddur til Annas, æðstaprest, sem var ekki æðstaprestur, hann var fyrrverandi æðstaprestur, bara hafði svo mikla virðingu. Svo fór hann til Kæfas, æðstaprest, sem var virkur þá. Síðan til Sanhedrian eða ráðið, gyðingaráðið, 70 manna ráðið. Og þetta var allt nóttina, svo bara 6 morgunin þá var komin til Pílatusar. Og þá Pílatus í vandræðum því hann sá ekki sökina. Og hann reyndi að leysa hann og svo, hann frá Gallu, Herodes hérna í Jerúsalem, sendum hann þangað. Og hann fer þangað og Herodes var bara kjánalegur og sendir hann aftur tilbaka. Vildi að hann gerði ykkur kraftverk, en síðan kemur hann aftur til Pílatusar og þá pressan svo mikil og þrisvar reynir Pílatus að reyna að láta hann sleppa. Fólki hrópar, krossfestu hann, bara brjálað og enda með hann gefur eftir og hann krossfestu 9:00. Og hann deyr eftir 3:00. En á milli 12 og 3 eitthvað skrítið að gerast vegna þess að það myrkur. Og það ekki sólmyrkvi því að sólmyrkvi bara 2 til 8 mínútur, ekki 3 klukktímar. Og það meira ekki, þetta ekki bara ritað þetta í Biblíunni, heldur sagnarritarar Rómverja rituðu þetta. Þannig að þeir voru að furða sig á þessu. Þannig að þetta magnað hvað Guð alveg ótrúlegur. Já, og ljósið var tekið, nákvæmlega. Og síðan hann grafinn fyrir 18 og það var pressa á hann og grafinn fyrir 18 eða við 6:00. Út af því að þá kom helgur dagur, 15. Nísan, gekk í garð, það var mjög helgur dagur hjá gyðingum og þá sem sagt hann kominn í gröfina og þeir eta páskalambið með ósýrðum brauðum og beiskjujurtum. Og þegar Jesú að deyja á krossinum þá verið að slátra 1000 lamba Jerúsalem. Hugsið ykkur, en lambi Guðs var að taka á sig syndir okkar. Þetta magnað, sko. Og síðan, 3 dögum síðar, 18. Nísan, þá frumgróðhátíðin. Hún alltaf daginn eftir hvíldardaginn. Þannig hún ekki alltaf, þetta ekki alltaf á sama degi, en þarna þegar Jesú deyr þá þetta svona. 18. Nísan þá frumgróðhátíðin, þá koma konurnar með smyslin, fyrsti dagur vikunnar, gröfin tóm og hinn uppreisni, Messías, opinberast. Og María Magdalena, sem var við krossin, sem að Jesú leysti undan 7 illum öndum, hún fyrst af gröfinni, eldsnemmi morgunin það myrkur, og hún sér að steinninn farin, hún sér að hann ekki þarna, hún hleypur heim aftur eða til Péturs og segir Pétur frá því. Og Pétur og Jóhannes hlaupa að gröfinni, hún á eftir og fleiri konur. Og hún, þarna í annarskiptið hún kemur og þá hún síðust eftir þegar allir farnir og hún grátandi. Og þá kemur til hennar Jesús. Og þá sér hún hann fyrst af öllum. Og ég segi, hvað átti hún sem var svona frábært og við þurfum að eignast þetta, við þurfum að sjá Jesú og eiga þessa ástríðu.
Hún var bara eins og stræt og fram og tilbaka þarna morguninu að gröfinni, skilur. Og hún fara að sjá hann og hann segir ekki snerta mig, ég ekki búin að fara upp til föðurins og þetta allt ákveðna merkingu og síðan fer hún, svo kemur hún aftur með aðra Maríu trúlega mömmu Jakobs Alfeðssonar og þær koma hana og þær fá líka að sjá hann og þá máttu það snerta hann vegna þess að hann var búin að fara fram fyrir föðurinn með blóði sem öll og þú veist sem er eilíft blóð, upprissu blóðið og fórnfara í eiskipti fyrir öll. Amen, fyrir okkur. Amen. Dísi Guði, halleluja. Ég hef smá tíma í viðbót. Halleluja. Og ef við förum í Jóhannes 19 og 19. vers, þá er það Pílatus sem hafi ritað yfirskrift og sett hann á krossinn. Og þar stóð Jesús frá Nasaret, konungur gyðinga. Og margir gyðingar lásu þessa yfirskrift því að staðurinn þar sem að Jesú var krossestur var nærri borginni. Og þetta var ritað á hebresku, latínu og grísku, vegna þess að það eru þessi 3 tungumál sem voru töluð í Jerúsalem á þeim tíma. Og þá sögðu æðstu prestarnir, eða æðstu prestagyðinga við Pílatus, skrifaði ekki konungur gyðinga heldur hann hafi sagt, ég er konungur gyðinga. Og Pílatus svaraði, það sem ég hef skrifað, það hef ég skrifað. Og hann bara, nú er komið nóg, sko. Mér finnst það svolítið gott, sko. En hvers vegna voru þeir að pirrast þessari yfirskrift? Og þarna þetta er yfirleitt ekki nelt á krossin, þetta er yfirleitt sett á eitthvað skilti við hliðin á krossinum, á eitthvað stein eða svoleiðis. Og því að þetta er það mikið texti, þetta er á 3 tungumálum. Og við þekkjum kannski í latnesku skammstöfunina innri, sem er náttúrulega út frá þessum 4 orðum, þó að þessi 5 orð í íslenskunni, Jesú frá Nasaret, konungur gyðinga. En á hebresku, þá er það annað. Og það er komið þarna upp. Það er Yeshua ha-Nazarei, ve-melek ha-Yehudim. Þannig að þarna eru 4 orð á hebresku og fyrsti stafurinn í orðunum er jút og svo kemur hei, svo kemur va, svo kemur hei. Nú eru kannski ykkur búin að kveikja. Þetta er nafn drottins, þetta er Jehóva. Og þetta horfðu þeir á, þetta var bara nelt þarna á skiltið og þarna þurftu þeir að horfa á það að þetta var óopinberast fyrir fram á. Og nafni Jehóva stendur náttúrulega fyrir eðli Guðs og hinn eilífa og óendanlega Guð. En mér finnst þetta svona magna, hvernig að Guð lætur í gegnum en stutta tíma bara raðar öllum spádómannum og þá ég hef ekki verið farið nema bara brot í þessu, sko. Og þannig að Guð hefur sett hann tíma fyrir stefnumót. Og það er það sem ég ætla að leggja áherslu í dag. Við viljum eiga stefnumót við Guð og drottinn hann hefur alltaf verið með ykkur að setja tíma fyrir stefnumót. Og hann kemur spádóma og svo koma uppfyllingin á spádómanum og þá er Guð til þess að mæta okkur og hann er alltaf með eitthvað til þess að opinbera og alltaf til þess að blessa okkur. Augu drottins þau hvarfla alla jörðina leitandi að þeim sem er að snúa sér að honum og er að sem sagt, lofa Guð í bæn og lofgjörð sem eru virkilega að fókusra á hann og þrá hann. Og þeir sem leita hans, þeir munu finna hann. Halleluja. Og við þurfum að vekja athygli drottins með bæn og lofgjörð. Drottinn, ég er hérna. Við erum eins og María Magdalena. Drottinn, hvar ertu? Ég er hérna. Þú varst hérna í gröfinni, sko. Og þú veist, finna staðinn þar sem að við sem sagt, getum hitt hann. Og það er þetta sem að skiptir máli. Og kirkjan er, eins og ég segi stundum á þriðjudegi. Þegar eins og brúðkaupið í Kana, það fekk á þriðjudegi, þegar allt vínið var búið, þá kom besta vínið síðast. Og úthelling heilags anda í endatímanum á hennum þriðjudegi verið best. Það verið eitthvað vín sem að þetta er bara aldrei ekki stáður. Nei, þannig er Guð. Og hann geymir það besta þangað til að síðast. Og til þess að minnst ekki að vitjum Guðs, þá þurfum við að staðsetja okkur rétt. Og ég geti hugsað þetta svona svolítið eins og bíða eftir lest eða eftir strætó. Og við förum ekki á vitlausa stoppistöð, við ætlum að taka lestina, þú veist, eitthvað. Fattiði mig.
og þá þurfum við á réttu stað og þá þurfum við að bíða á réttu stað og ég veit að við höfum beðið ykkur staðar eftir strætó til dæmis eða eftir lest að þá skiptir máli að passa upp á það að maður sé á réttum stað. Amen. Og þegar við erum að bíða eftir því að verði stefnumót, þá þurfum við að helga okkur Guði. Við þurfum að auðmýkja okkur, við þurfum að iðrast, við þurfum að lægja okkur og deyja sjálfum okkur og vera opin fyrir því hvað Heilagur Andi vill gera. Vegna þess að Heilagur Andi, hann lífgar allt og hann opinberar og hann gefur okkur andaspeki opinberuna svo við vitum hvað við erum virkilega að gera. Halleluja. Og þannig drottinn, ef hann að fara að gera eitthvað, þá opinberar það alltaf fyrir þjónum sínum og spámannum. Hvað framundan. Halleluja. Þannig að, vitið það, við kannski lítum yfir Guðs líð í dag og segjum, já, þetta nú ekki gæfulegt, sko. En það miklu meira falið í þessum hóp. Og ég að horfa á það. Það falinn fjársjóður þarna og hann mun opinberast þegar sprengingi verður, þegar þetta nýja vín kemur. Þá verður, hafið tekið eftir að hinn prúðustu menn þegar það verður drukknir, það þvílík læti stundum. En svona bara sem líkingu, sko. En þannig verður þegar Heilagur Andi kemur og kveikir í öllu dótinu, sko. Halleluja. Þannig að hold okkar bara þarf að deyja og við þurfum að virkilega staðsetja okkur og vænta þess að Guð sé að fara að gera nýja hluti. Þegar nú sko tími til þess að rísa upp, þú veist, blása til föstu og bænar og iðrunar og undirbúa okkur fyrir vitjun Guðs vegna þess að Guð ætlar okkur svo stórkostlega hluti og hann ætlar kirkjunni svo stóra hluti að ég held að við verðum svolítið svona hissa. Ok, ég átti ekki von á þessu. Þetta var svona, ég átti von á einhverju, en ekki þessu. Skiljiði. Þannig að mér langaði svona bara skilja þetta eftir ykkur og gefa ykkur svona smá trú á því sem að Guð getur gert. Fyrst að hann fór þessa leið fyrir 2000 árum og hann ætlar að gefa það besta í endatímanum og hann mun taka stóra uppskeru áður en hann kemur tilbaka því hann hefur hjarta fyrir öllum að fólk komist til trúar á Jesú Krist. Þess vegna mun hann koma með endatíma uppskeru. Amen. Amen. Ég nefnilega líka trúi því að svona í framhald af því sem að Kolli var að segja, það sem að mér finnst líka einhvern veginn við vera að leggja ofboðslega mikla áherslu á, Kolli, það líka þekking á orðinu. Það vantar ákveðna svona grunnþekkingu hjá fólki og maður oft tala við fólk sem kannski búið að vera að frelsa lengi sem bara þekkir afskaplega lítið hvað orð Guð segir og þetta eins og akkeri, þú verður rótfastur, þið sáu tréð og það skiptir svo miklu máli út af því að það mun reynslutími koma og hann þegar kominn. Og þá skiptir máli, vinir, að við séum ekki eins og tréð sem bara með eiginlega engar rætur. Rætur okkar í reynslutímanum eiga að fara niður. Við að velja Guð í óþægilegum kringumstæðum. Leyfum því að gerast. Veljum Jesú og vitum það að heimurinn mun aldrei samþykkja Jesú. Það bara andi í heiminum sem mun ekki samþykkja, en láttu það ekki stoppa þig. Láttu það ekki telja úr þér kjark. Og ég að tala til mín líka. Því að tíminn stuttur. Og ritningi kennir, agrarnir eru hvítir til uppskeru. En það eru fáir verkamenn. Og Guð að reisa upp verkamenn. Fólk sem tilbúið að bara lifa honum. Ekki einhverju, ég held líka bara, það stendur okkur pínlítið fyrir þrifum hvað við höfum það gott hérna á Íslandi. Við látum oft þægindin trufla okkur. Og ég veit að ég ger það. Út að ég hef það svo gott. Ég á góða mann og ég þarf ekkert að vera amast yfir hlutunum. Ég á líka frábæra systur. Gott og góða menn við góð börn og góða kirkju. En Guð að setja glerbrot í hreiðrið okkar. Og það
þarf að gerast til þess við færum okkur úr stað og við förum á þann stað sem að við erum kölluð til þess að vera á. Leyfum því líka að gerast. Þannig að þegar það eru óþægilega kringumstæður og Guð er búinn að setja glerbrot í hreiðrið og allt í einu er svo staður sem varst vanur að geta hvílst á, þú ert hættur að geta hvílst, þá er Guð bara hreinlega að færa þú úr stað. Rísum á fætur. Takk Jesús, ég bara lofa þig fyrir þitt heila orð. Drottinn minn, agrarnir eru svo sannarlega hvítir til uppskjöru. Þú ert að kalla fólkið þitt, Drottinn minn. Þú ert að kalla fólkið þitt, Drottinn minn, Jesús. Hjálpa okkur, Drottinn minn, að auðmýkja okkur og heyra, Drottinn minn, og ekki bara heyra, heldur framganga í þeirri köllun sem að þú hefur lagt á okkur sem einstaklinga. Drottinn, gefðu það að við mættum vera ljós sem að lýsir, Drottinn minn. Ljós sem að Drottinn endur speglar kærleika þinn. Og Drottinn, ég bið Jesús að þegar við, Drottinn minn, stöndum upp í dag og mætti þetta vera tákgrænt þar sem að við stöndum í dag, Drottinn minn, að við sem að standa upp fyrir þér. Þú, Drottinn minn, þú tókst á þig allar syndir okkar, Drottinn minn. Þú stóðst upp fyrir okkur. Við stöndum með þér. Og mætti líf okkar, Drottinn minn, vera ekki bara, Drottinn minn, þú veist, árangusríkt fyrir okkur sjálf, heldur fyrir umhverfið okkar. Mætti það lýsa af þér. Mættu við krossfesta holdi, Drottinn minn, Jesús. Krossfesta egoið, Drottinn minn. Vaksa í þér. Og mættu við, Drottinn minn, Jesús, bera umhyggju fyrir umhverfið okkar. Og fólki sem er bara hreinlega á leiðinni til glötunar. Mættu við, Drottinn, teygja hendur okkar. Mættu við vitna fyrir fólki. Mættu við segja þeim frá þér, Jesús. Og Drottinn, ég bara bið Jesús að kirkja mætti opna augu sín. Húrraba, shikiraba, síak, halleluja. Að vilji þinn mætti ná fram að ganga. Og Drottinn, ég bara, ég kem í gegn harnesku hjartans. Harraba, shikiraba, síak, Jesús, halleluja. Gefðu okkur ná til þess að stíga fram sem aldrei fyrr. Hóraba, shikiraba, hæja, Jesús, halleluja. Það er alvöru stund í dag. Hóraba, síak, Drottinn er að kalla. Halleluja. Og við biðjum Jesús, ég bið Drottinn minn. Hóraba, shikiraba, hæja. Í Jesu nafni. Amen, amen. Kolli minn, mátti ég biðja að koma aftur. Hann átti ekki vona þessu. Viltu tala fyrir brauðsbrotninginu, bara örstutt. Það sem hann er bara mjög klár í þessum málum öllum saman. Þá ætla ég að fá Kolla til að segja ykkur aðeins frá hvað við erum að gera hérna í raun og veru. Amen. Já, þetta er magnað að geta komið inn í brauðsbrotninguna og það sem að Jesú gaf sem fyrirmynd á síðastu kvöldmáltíðinni og hann segir í raun og veru þetta er minningarhátíð. Þetta er minning það að hann dó fyrir okkur, hann reisur frá dauðum og hann kemur tilbaka. Og þegar við förum inn í brauðsbrotninguna að þá getum við meðtekið og haldið á einhverju svona í gegnum okkar trú og þá erum við alltaf að trúa eitthvað en þarna erum við að halda á einhverju og það er brauðið og það er tákrænt sem sagt brauðið lífsins sem er Jesú Kristur eða orðið og við viljum taka mótið og það verður hluta okkur, það fer að stjórna okkur, við borðum það fer inn í alla frumur líkamanns, það er það sem við biðjum og svo er það blóðið sem blóðkris, að það er ekki bara innsigli í hringinn í kringum okkur, heldur við tökum á mótið því og við bara segjum að megi vera hluta okkur einustu frumu okkar, Drottinn. Stjórna okkur algjörlega. Þetta er eiginlega bænum það að við iðrumst og biðjum Guð að stjórna okkur algjörlega. Þetta er eiginlega bara einfallega svoleiðis. Þannig að þetta er stutta yfirlitið yfir brauðsbrotninguna. Við látum það nægja. Þannig að ég ætla að biðja ykkur að koma bara fara í einfalda röð og ná í brauð og já, bara gjöru þið svo vel. Ég vona að við sem nóg. Þetta er nefnilega
Já, það bara kemur í ljós. Gjörðu þið svo vel. Farið sérna aftur til sæti. Nú er samkoman á enda. Við þökkum þér fyrir að hafa verið hér, en við værum alveg til í að sjá þig hér í kirkjun okkar. Við erum kirkja fyrir þig. Láttu sjá þig og leyfðu okkur að gefa þér þann kærleik. Takk fyrir að vera með okkur í dag og Guð blessi þig út vikuna. Sjáumst eftir 1 viku.